Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Þá var það næst reynsluboltarnir. Gestir þáttarins í dag eru Sirrý Arnarsdóttir, fjölmiðlakona og kennari við Háskólann á Bifröst. Velkomin. Takk fyrir. Páll Ásgeir Ásgeirsson, blaðamaður og leiðsögumaður til langs tíma. Sæll og velkomin. Sæll. Og síðast en ekki síst, Auður Önnu Magnúsdóttir hjá Kvenréttindafélagi Íslands. Velkomin. Takk fyrir. Þú hefur nú verið í fréttum í dag. Ég ætla ekki kannski alveg að koma því strax. Nei. En ég ætla að byrja á því að í dag var undirritaður samningur uppbyggingu mannvirkja í Helguvík í samstarfi við Atlantshafsbandalagið og áætluð fjárfesting NATO í þessu verkefni nemur 10 milljörðum króna. Og eitt af því sem komið hefur fram í fréttum í dag er að þetta mun svona þýða aukinn sýnileika. Og maður veltir í fyrir sér hvort við erum að ganga aftur inn í tíma sem maður mætti bara líka við síðari heimsstyrjöldina, hvort hér verða bara hermenn á gangi, erlendir hermenn á gangi innan tíðar vegna þessarar áherslu á nýju áherslu og breytingar sem orðið hafa í öryggis- og varnarmálum. Hvort fagniði því, svo við byrjum að þér Sirrý, að það sé verið að gera þennan samning, þetta þýðir einhverja peninga inn í hagkerfið og framkvæmdir og eitthvað svoleiðis. Já. Hvort fagnar þessu eða bara hrísir hugur við svona hrætt? Sko, ég er alin upp í það að herstöð er skotmark. Þannig að ég svona óttast þetta. En líka er ég búin að starfaði ég svo lengi í fjölmiðlum og er vön að velta upp alls konar boltum og reyna að sjá hlutina frá mörgum sjónarhornum. Þannig að ég get líka séð ýmislegt gleðilegt við þetta, 100 ný störf og það má nota þarna hafnirnar þegar herskip eru ekki þar, þá er þetta að nota hafnirnar í þágu byggðarlagsins og þannig að það er bara ýmislegt bæði gott og vont við þetta. Þetta er bara svo viðsjárverði tímar. Það er það sem er skelfilegt við þetta. Mér finnst eins og eftirminnilegt, ég var að ræða við fólk á Suðurnesjum sem að var að tala sagði sko, þið haldið það í Reykjavík að það séu engir hermenn á Suðurnesjum. Þetta er algjör misskilningur, það er bara undanfarin árið búið að vera fullt af hermönnum frá ýmsum löndum, miklu meira heldur en að þið áttið ykkur á. Já. Þannig að, já, eins og þú sér, þá er þetta loðin svör hjá mér og ég sé bæði svart og eitthvað bjart við þetta líka. Páll Ásgeir. Ég er sem að taka sömu afstöðu Sirrý. Það er að segja að þetta eru bæði góðar fréttir og slæmfréttir. Fréttir í hvar maður situr. Í stóru myndinu er kannski 10 milljarðar ekki miklu peningar. Þó er það hljómið aldrei. En þetta eru góðar fréttir fyrir ríkisstjórnina sem að hefur þurft að þola úrtölur innan úr hagkerfinu og alls konar áfalla frásagnir undanfarnar vikur, þannig að þetta eru góðar fréttir að geta talað svo sem mörg ný störf og uppbygging á svæðinu og hver veit hvað. Öll hernaðar uppbygging er slæm að mínu viti. Ég held að slagorðið Ísland og NATO herinn burt, ég haldi ennþá gildi sínu vegna þess að það er bara annað markmiði sem hefur náðst. Það er að segja að herinn er farinn en við erum enn í NATO. Nú svo ef við viljum vera örlítið svartsýn, þá getur verið að hinn raunverulegi tilgangur þessar uppbyggingar sé að koma á fót birgðastöð fyrir Bandaríkjamenn áður en þeir yfirtaka Grænland. Já. Og þá endanlega Ísland líka. Einmitt, það er umhugsunarefni. Þurfa þeir eitthvað yfirtaka Ísland, þeir hafa okkur í vasanum. Já, þeir hafa okkur í vasanum, en ég held að ef þú tekur yfir Grænland ég held að þetta sé nú svona fyrir vestan hafa, þá sé lítið á þetta sem svona eitt og því sama, sko. First you take Manhattan and then you take Berlin. Já. Hvernig líst þér á þetta? Bara illa. Já. Og ég bara tek undir með neikvæðu punktunum sem að þau voru með herstöð er skotmark. Og við sem að viljum frið í heiminum, við eigum ekki verið að styðja hernaðaruppbyggingu af því að það veitir x mörg störf, skilurðu, sígarettuframleiðsla veitir störf, það er alls konar hluti sem veita störf. Það er per se ekki rök og það er alls konar hluti sem við getum gert til að búa til störf. Við þekkjum það nú úr umhverfismálunum að þetta hefur ótrúlega oft verið notað sem rök til þess að gera eitthvað. Svo eru loforðin öll þessi störf
rætast þau ekkert. Þetta bara eitthvað svona tölur á blaði sem bara verið að búa til, Já, sko. eða þá mjög tímabundið ástand. Við sáum það höfum séð það við alls konar stórframkvæmdir hingað og þangað í landið, Kárahnjúka og víðar. Það eru gríðarleg þensla í mjög skamman tíma en þegar upp í staðið þá njóta hinn og dreifðu byggðir sem að lofað fjölda starfa til þess að samþykkja þetta, það njóta í rauninni ekki góðs af með neinum hætti. Nei. Þetta er svona gulrót sem veifað framan í og það einhvern veginn treystir sér aldrei neitt til þess að mótmæla þessu af einhverju alvöru, sko. Og það eru til nokkra svona röksemdir í íslenskri umræðu sem eru til þess fallnar að þagga niður öll mótrök og ein þeirra heyrðist núna í síðustu viku þegar menn voru að mótmæla því að Samhjálp fengi að opna kaffistofu upp á Grensásvegi og þá steig einhver fram og segir þetta hefur neikvæð áhrif á fasteignaverð og þá þagnar alltaf salurinn. Það einhvern veginn trompar allt. Og hvað með börnin? Einmitt, hvað með börnin önnur lína. Efnishyggju rökin. Já. Samt, sko, ég skil þetta, en líka ef allt í einu svona eitthvað kemur heimilislaust fólk, eiturlyfjafíklar, utangars fólk, ef það býr allt í einu við hliðina á manni eða hefur aðsetur stóran partdags alveg við hliðina á manni, þá fer ég strax að hugsa nálar og hættu fyrir börn. Og þú veist, mér finnst líka að það er svo auðvelt að hneykslast á þeim sem hneykslast á þessu, en ef þetta hins vegar beint fyrir framan mann og maður með lítil börn að leika sér úti og alls konar nálar og efni og svona eru í notkun, að þá bara, þú veist, ég bara hneykslast ekkit rosalega mikið á því þó að fólk sé smá tortryggið eða svona kom reyndar í ljós eftir fyrstu umferðina að þetta voru í rauninni ekki íbúarnir heldur kjötbúðareigandinn sem hafði þessar djúpstæði áhyggjur. Og ég held að þetta með nálar og efni, ég held að það tengist Kaffistofu Samhjálpar mjög takmarkað. Við hlustuðum á þessa svipaða umræðu inn í Laugardal fyrir fáum árum þegar það stóð til að byggja þar svona smáhýsi fyrir heimilslausa. Þá var mönnum tíðrætt þetta að allt það slæma sem myndi fylgja því. Svo voru smáhýsin tekin í notkun og þau eru búin að vera í notkun í 2-3 ár núna. Það heyrist ekki neitt, engin vandræði, kemst aldrei í fréttir. Nei. Þetta eru engin vandræði sem fylgja það. Nei, og þá þurfum við líka að leggja áherslu á svona skaðaminnkandi úrræði eins og frú Matthildi og frú Ragnheiði eða hvað það heitir allt saman. Þar sem að fíklum eru tryggð örugg rými til þess að stunda sína neyslu, af því að þetta náttúrulega fólk sem í mjög erfiðum aðstæðum og viðkvæmir hópar. Við vorum í Norðlingaholti þar sem ég bý. Þá var borgin búin að ákveða, held ég, meira sér að festa kaupa húsi þar sem átt að vera heimili fyrir úlinga í erfiðum aðstæðum. Eitthvað svona svipað stöðulega, ég veit ekki alveg. Og það voru svo mikil mótmæli í hverfinu að borgin hætti við. Og við vorum mörg í hverfinu sem skömmumst okkar alveg rosalega fyrir það að hverfið okkar gæti ekki boðið úlinga sem að eiga hvergi höfðu sína halla velkomið í okkar hverfi. Og ég skildi ekki ástæðunar. Þetta mjög mikið hverfi, mjög mikið börnum hana. En sko, það einmitt það sem við þurfum að gera, það að ræða þetta, fá upplýsingar og ræða þetta út frá öllum hliðum, en ekki bara eitthvað uss og fuss, ertu á móti þessu, uss og fuss og bara út í hotn með þig og þér slaufað. Af því að svona ótti alveg skiljanlegur, við þurfum bara að fá upplýsingar og við þurfum að ræða saman. En ég hef líka búið með í næsta húsi við mig fyrir fjöldamörgum árum, voru fíkniefnasalar og bara óbáslegir eiturlyfja neytendur og það fylgdi því mikið hættuástand. Vissulega, en Kaffistofu Samhjálpar held ég sé kannski bara allt annað. Já, og það til dæmis þurfum að vita. Það er bara að ræða þetta meira. Líka allt í lagi að minna stundum á að brennivínið nú samt eiginlega hættulegast. Já. Skál fyrir því. Já, skál fyrir því og hættan oft mest inni á fólki á fínum heimilum bak við gardínurnar. En af því að þið voruð að ræða þetta með störfin, hvernig þau trompa allt annað, þá dettur mér í hug viðtal sem ég tók við Jóhannes Sturlaugsson núna í vikunni á Samstöðinni, líffræðing sem vægast sagt mjög hissa á
því að atvinnuvegar á þeirra Hanna Katrín Friðriksson sé að gefa þann bolta að það verði sjókvíaeldi í Mjóafirði. Og þetta svolítið á þeim tímum sem að við heldum að væri svona markmiðið að skapa aukinn frið þennan sóðaskap sem fylgir þessari atvinnugrein og hættum. Við heldum það kannski, en nú ríkisstjórnin svolítið að sýna á þessi spil og það eru sömu rök og hafa alltaf verið í þessari atvinnugrein. Það að skapa störf og nánast öllu hinu hent út gluggann. Ég veit ekki hvort þið sáu þetta viðtal, en Jóhannes telur að það sé orðið tímabært að stofna embætti umboðsmanns íslenskrar náttúru. Hann segir við þurfum talsmann íslenskrar náttúru stofnun utan þetta, því það allstaðar verið að böðlast á henni. Kannski fá bara renna hringinn þar og af því þú ert fyrrverandi formaður landverndar, þá kannski gaman að byrja á þér þetta. Já, fyrrverandi framkvæmdastjóri. Já, framkvæmdastjóri, ásækja. Hvað hef ég langan tíma? Sko, við höfum talað um þetta umboðsmann náttúru Íslands og auðvitað er það góð hugmynd og auðvitað þurfum við á því að halda, en við erum hins vegar með stofnanir sem að hafa átt að gæta að íslenskri náttúru og að þeim hefur verið þrengt og núna síðast bara orkumálaráðherra, ég ætla ekki einu svona kallan umhverfisráðherra Jóhann Pál. Já, að taka tækin úr höndunum á þessum stofnunum eitt af öðru og það er ekki nýtt, en þetta er rosalega stór skref sem hann að taka núna. Er hann að því? Já, með leyfisveitingar fyrir stóra framkvæmdir. Þannig að þó að við myndum stofna embætti umboðsmanns Alþingis, þá er ég hrædd að örlög hans yrðu bara þau sömu eins og þessar stofnanir sem hafa verið stofnaðar og eiga að gæta upp á náttúruna. Öll vopnin, öll tækin sem þetta embætti ætti að hafa yrðu tekin úr höndunum á því og það færi í mesta lagi að skipta sér af einhverjum nágrannadeilum út af skipulagsmálum eitthvað svona. Það sem við þurfum bara það sem við höfum í alþjóðlegum samningi sem heitir, búin að tala lengi? Nei, þú ert rétt að byrja. Ég heyra þú bara rétt að hitna. Það er Árósasáttmálinn. Hann tryggir almenningi aðkomu að ákvarðanatöku í umhverfismálum og ástæðan fyrir því að þessi samningur í gildi, þessi alþjóðlegi samningur sem hefur verið innlendur á Íslandi að eina fyrirbærið sem að raunverulega getur gætt að hagsmunum náttúrunnar almenningur því að það miklu erfiðara að hafa áhrif á hann af þessum risastóru aðilum sem að hafa mikið fjármagn og vilja græða mjög mikið á því að eyðileggja náttúruna. Þess vegna verðum við að tryggja það að almenningur hafi svakalega sterka, virka aðkomu að þessari ákvarðanatöku og að samtök almennings eins og Landvernd og fleiri samtök séu spurð, séu höfð með og séu vel fjármagnað. Það leiðin. Svo umboðsmaður náttúrunar all for it, en ég er bara hrædd að tækin yrðu smám saman tekin af honum eins og við sjáum með aðra stofnanir. Skil þig. Þetta staðfestir, þessi áform staðfesta það að íslensk náttúra á engan málsvara í þessari ríkisstjórn. Engan. Og engan. Það er eins og þessir flokkar eins og þeir sem öllítið dapurlegt vegna þess að þeir njóta, flestir þeirra, ríkisstjórnarflokkarnir njóta mikils fylgis meðal almennings, að þá ber náttúruvernd aldrei á góma. Og ekkert í störfum þessar ríkisstjórnar bendir til þess að hún hefði neitt sérstakann áhuga á náttúruvernd eða umhverfismálum. Og þetta er bara enn eitt dæmið það. Og tala um það að þetta sé eitthvað átak í atvinnumálum austfinningar, eins og hver annar brandari. Ég veit ekki, að því ég vil kynna mér málin, þá þurfti ég að sjá atvinnuleysistölur úr Mjóafirði áður en ég færi að marka mér skoðun, en ég held að þetta eyðifjörður. Þetta ekki verið að bjarga neinu atvinnuleyfi, lífi. Nei. En auðvitað þetta bara ángi af þeim átökum sem eiga sér staðna fyrir austan. Það er óleyst mál í rauninni hvort að sjókvíaeldi verður leyft í Seyðisfirði. Kannski þetta einhver millileikur, því að þetta nú einhverju leyti sömu aðilarnir sem að sækjast eftir þessum auðlindum. Þá finnst mér að Hanna Katrín ætti að kynna það sem slíkt. Já, ráðherrann gerir bara það sem best fyrir ráðherrann. Er þetta gott fyrir ráðherrann því 70% kjósenda Viðreisnar eru gegn sjókvíaeldi?
Ég orðaði þetta svona vegna þess að þessi frasi er partur af greiningaraðferð sem við notuðum í gamla daga þegar að menn voru stundum að reyna að skilja það sem að gerðir valdhafa eins og ráðherra til dæmis. Og þá þarft að leggja til hliðar sko stefnu flokksins og eitthvað þess háttar og eina leiðin til að skilja gerðir ráðherran er að setja upp þessi gleru. Hvað er best fyrir ráðherran og þá skiptir ekki öllu máli sko í hvaða skilningi það er að ráðherran gerir alltaf það sem er best fyrir ráðherran. Já. Sirrí, Samfylkingin fer með himinskautum í skoðanakönnunum og Viðreisn hefur gengið ágætlega, verið mjög mikil stuðningur við þessa ríkisstjórn. Gæti svona mál verið eitt af því sem að myndi svona skapa smá högg á virðingu okkar og viðhorf gagnvart ríkisstjórninni? Vá, ég er ekki svona sérfræðingur, ég er bara... Segðu bara já. Nei, en ég verð að segja það með Mjóafjörð og bara það sem maður var að hlusta á í hádegisfréttum. Það var greinilega samkvæmt hádegisfréttum einu sinni miklu fleira fólk þarna, miklu meiri atvinna á líf og fjör og það er greinilega verið að einhvern veginn að reyna að endurvekja það. En að gera það með þessum hætti, það kemur mér svo á óvart. Mér finnst þetta eins og eitthvað sem hefði verið hugsanlegt fyrir 10 árum en að fá þessa fréttir í dag, ég var svo hissa og ég hef miklar mætur á Hönnu Katrínu en þetta kemur mér á óvart. Já, maður spyr sig aðeins sko, þið segir sjálfa að náttúruvernd eigi sér engan málsvara í ríkisstjórninni, það sem er líka áhugavert að það er enginn í stjórnarandstöðinni sem talar fyrir náttúruvernd. Þið vissum það? Já. Það lá fyrir, sko. Þetta þýðir í framkvæmdinni það að náttúruvernd á enga og umhverfismál eigi rauninni enga rödd inn á Alþingi Íslendinga. Og svo verðum við með handóndir niðurstöð að koppa á alþjóðavísu líka. Hvað er að gerast? Þetta lítur ekki vel út. Þetta er svo, sko, hvað ráðherrann gerir það sem að kemur ráðherranum vel, hvað sagði? Það sem best fyrir ráðherrann. Já, og það er svolítið erfitt að sjá núna þegar ríkisstjórnin er búin að vera starfandi hvað næstu í 1 ár. Já, ekki alveg. Já, fyrir utan þessa hækkun og veiðigjöldum sem að var núna í vor, ekki? Já, sumar. Já, sumar. Að þá eru stefnumálin, þau eru svo svipu það sem að síðasta ríkisstjórn var með. Það er að koma framkvæmdum rosalega hratt í gegnum systemið. Það er að vera með brottfarastöð til að geyma útlendinga. Það er sjókvíaeldi og það er eins og sko, ríkisstjórnin er bara búin að taka stefnumálin af stjórnarandstöðinni og nú getur stjórnarandstaðan ekkert gert nema verið meira radikal eða þú veist, ekki getur hún fara að hoppa hinum megin og farið að tala fyrir náttúruvernd og mannúðlegri útlendingarlögum og svoleiðis, sko. Veiðigjöld og gæludýr, þessi 2 mál voru ekki á málaskrá síðustu ríkisstjórnar. Já. Mogginn í dag skrifar framkvæmdarleysi Alþingis, fundafall í gær, fyrirhugaðar þingfundur varð ekki og samkvæmt Mogganum sem auðvitað er bæjast, við vitum það alveg að Morgunblaðið er í harðri stjórnarandstöðu núna, en samt nú eitthvað rétt í því sem að blaðið skrifar mögulega þetta, þá Mogginn heldur því fram að ríkisstjórnin sé verklaus eða semst Alþingi sé verklaust, það gangi mjög illa að berja saman fjárhagsáætlun, endur skrifaða og bandorma og af því að það hafi forsendur breyst svo hratt, komur enda góða fréttir með verðbólgu hjöðnun, fréttum að því í dag. En sýnist þér sem gömul læða að tala gamla refi geti kallað þig gamla læðu í fjölmiðlaða fréttabransanum. Ég get ekki gert það. En ég get kallað hann ref. Já, en þú veist, segðu þá við hann gangtu allarleið og segðu þá gamall refur. Ég ætla að kalla það gamla læðu. Ekki. Ég sagði einu sinni í viðtali við prest í sjónvarpsþætti hvort hann hefði slett úr klaufunum og hann bara, býttu nú, viltu ekki vera að gera mér eitthvað, ég sé með klauðar. Já, maður segir ekki prest, já, það er slett úr klaufunum. Þetta næri ekki flug, Björn. Nei, ég er rosalega móguð. Ertu móguð? Nei, þú veist, en við finnst svolítið
Bara ekki gera þetta aftur. Nei, ekki gera þetta aftur. Nei, ef það væri hægt að klippa þetta, þá myndi ég kannski klippa það. Ég ætla ekki að Nei, þetta er skemmtilegasti parturinn. Ég ætla að sitja yfir þessari súpu. En sem gamall refur, bara sem reynd kona. Já, reynd kona, já. Sem reynd kona í fjölmiðlaheiminum, sýnist þér að það sé eitthvað að slettast svona upp á gott gengi ríkisstjórnarinnar að ef þetta er rétt að svona gangi verra ná málum áfram og þingfundir falla niður af því að það skortir eitthvað svona, er þessum hveitibrauðsdögum og þessum dýrðardögum ríkisstjórnarinnar að ljúka? Þess það bara aldeilis ekki. Bara það sem ég sé, opinberlega og í einkalífi mínu, þá er bara dúndur stuðarna. Það er bara samtakamáttur, mikill vilji að sko brettu bermar og halda áfram, hönd í hönd. En engin náttúruvernd? Jú, svo fer það eftir því hvernig fólk lítur á hvað er náttúruvernd og eitthvað. Veist, ég er alveg sammála ykkur. Og þessa fréttir af sjókvía eldi Mjóafirði, þú veist, mér finnst þetta bara algjör tímaskekkja. Og ég bara á ert með að trúa þessu. Ég bíð eftir kvöldfréttum að koma einhvers konar leiðréttinga eða útskýringa á þessu. En nei, ég held að þessar fréttir af einhverju ósætt innan ríkisstjórnar eða verkleysi eða eitthvað, þetta bara kemur beint úr hádegismóðum. Það er það sumpart, en við skulum halda þetta til haga að þessi ríkisstjórn nýtur víðtæks stuðnings og bara for the record að þá styð ég þessa ríkisstjórn. Þú veist reyndar að út fyrir aldursakir þá man ég ekki nógu vel hvað ég kaus síðan, en það var partur af þessu. En frá því að var talið upp á kössunum og höldum því reyndar til haga ríkisstjórnin, það voru kosningar í lok nóvember í fyrra var það ekki. Þannig það er ár frá kosningum þessa myndir, það bil. En ríkisstjórnin tók ekki til starfa fyrir en eftir áramót, þannig að þeir eiga svolítið í ársamælið ennþá. En frá fyrsta degi þá hefur þetta verið línan hjá Morgunblaðinu að og þeir beina alltaf sjónum sínum. Það hefur verið ákveðið á einhverju ríkisstjórnarfundi að veikilekkurinn í þessu ríkisstjórnarsamstarfi væri flokkur fólksins og öll stjórnarandstaðan sem beinist að starfsemi einstakra ráðherra eða ráðuneyta, hún beinist alltaf að þeim. Og ég held að ástandi sé ekkert verra heldur en það hefur verið. Það er vissulega, það eru neikvæðir fréttir samdrátt hér og samdrátt þar og einhver áföll og það hefur verið gert aldrei mikið úr þessu kísilmálm fúski og allt það. En ég held að staða ríkisstjórnarinnar sé mjög sterk. Já. Ég var að sjá fyrir mér fyrirsögnuna í DFF kallaði Sirri í gamla læði. Já. Áfram með smjörið. Nóg það. Sko, þú minntist þarna á hlut sem að mér finnst að við ættum kannski að ræða núna sem er sko greiðslufall Norðuráls. Þau ætla ekki að borga Orkuveitu Reykjavíkur fyrir þá orku sem voru búin að lofa að kaupa sem hefur búið að setja fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar í uppnám. Og þetta með sko hagsmunagæslu Íslendinga gagnvart ESB í þessu kísilmáli að stjórnarandstaðan hamast mikið á ríkisstjórninni fyrir að hafa illa gætt hagsmuna Íslands í því, en mig langar að spyrja ykkur á móti, sjáu þið fyrir ykkur að Beggi og Sigmundur Davíð og þeir í miðflokknum og Jens Garðar og þau hefðu náð betri árangri í þessari rimmu við ESB? Nei. Þetta er ekki hugar. Mér dettur það ekki í hug. Við höldum því til haga að það er rausnarlegt að kalla þetta íslenska hagsmuni því að þessi fyrirtæki eru í eigu Kínverja. Þannig að bæði hér og í Noregi. Íslenskir atvinnuhagsmunir. Já, vissulega. En þegar að grannt er skoðað að þá er líka ákvæði í þessum tollasamningi sem að gera þetta ögn léttbærara fyrir íslensk fyrirtæki heldur en ella hefði verið. En það er líka í þessu að því við verðum að taka þann krók á til að minnast á það að íslenski fjölmiðlar í umfjöllun þetta mál, þeir stóðu sér svo illa að við þurftum að fara í norsku blöðin til að koma staði hvað stóð raunverulega í þessu samkomulagi og hvaða þýðingu það raunverulega hafði. Því að það hafði engin íslenskur fjölmiðill einhvern veginn rænu á því að segja okkur það. Nei, þeir gripu bara upprópanirnar. Já, þeir tóku bara upprópanirnar og tóku þátt í einhverjum undarlegum leiðangri sem beindist fyrst og fremst gegn Evrópusambandinu og hugsanlegri
ég veit ekki, það einhver framtíðar veruleiki sem menn hafa búið sér til og alltaf að reyna að tala inn í einhverja leikmynd þar sem að stærstu stjórnmálaflokkar á Íslandi að draga Íslendinga æpandi og skrækjandi nauðuga inn í Evrópusambandið og gegn því þarf að berjast. Ég veit ekki í hvaða veruleika þetta gerist. En hvað var það hérna kísilmálum að þá held ég að það niðurstaðan hefði verið nákvæmlega svo sama. Það hefði ekkert með þessa ríkisstjórn að gera. Já, hvað segir þú? Ég bara alveg samanlega ekkert með það að gera. Nei, og bara fáránlegt í raun fáránlegt að ganga svona langt í að verja þetta sem að eru ekki einhverju svona af hverju eru íslensk stjórnvöld að leggja svona mikið á sig fyrir þennan iðnað. Það er bara, ég skilði það ekki. Og illa gera sér fíflum, ég finnst þetta svona smá svona barnaleg hegðun í útlöndum, svona sína að við séum undir hælnum á einhverjum svona risa útlöndum fyrirtækjum. Mér finnst líka að þetta fyrirtæki afhjúpa sig með því að reyna ekki að leita samninga við Orkuveitu Reykjavíkur eða það engin auðmýkt þau halda því fram að þessi algjörlega ófyrirséður viðburður að bíli eitthvað hjá þeim í versmiðinni og segir bara við neitum að borga. Er fúsk í viðhaldi allt í einu orðið act of God? Akkurat, Er það málið? Og mér sagt líka að samningar Orkuveitunar við þetta fyrirtæki séu með þeim hætti að þessar upprópanir þeirra að þeir ætli ekki að borga á eitthvað svoleiðis, þetta sé bara pósa því að fyrir dómstólum að þá muni þetta ekki halda. Þannig þeir munu borga fyrir rest. En svo verðum við að segja, þó að ég hafi sagt það alveg örugglega 1000 sinnum, við verðum að muna að við erum svo ábærslega háð og íslensk orka, 80% íslenskra orku íslenskri raforku fer til þessara 3 risastóru fyrirtækja. Við erum svo ógeðslega háð í orkufyrirtækjana okkar eru svo svakalega háð þessum risafyrirtækjum og bara einhverjum svona klikkuðum ákvörðunum. Þau eru með heri af lögfræðingum, þau eru með allt á bak við sig. Við eigum ekki séns í þá. Það að setja fórna íslenskri náttúru til þess að búa til orku fyrir einhverja svona glæpuna af því að þetta eru stórt sér glæpunar eins og til dæmis hefur Century Aluminium Þetta eru rányrkju kapitalistar af verstu sort. Þarf ekki að segja meira og við erum búin að hlekkja okkur við þá með því að grenja viljiði koma hingað og kaupa orkuna sem við erum að framleiða með því að eyðileggja íslenska náttúru. Og það var mjög þétt bandið á milli gömlu valdaflokkana og þessa heimsáður og það er svona margir sem að svona hugsa alls konar stöður sem hafa verið að koma upp undanfarið og svona líður þó aðeins skár með að við séum með núverandi stjórnvöld en ekki gömlu valdaflokkana. Það verður bara að segja þann hluti eins og hann er En eigum að fara aðeins úr þessu yfir í kannski tengist aðeins ég veit það, Sirrí, að þér hugstætt að kerfin okkar séu svolítið að molna í sundur, heilbrigðiskerfið og menntakerfið er langt í frá nógu gott og svona og við höfum núna sæst á það að Íslendingar verji ég segi stórauknum fjárhæðum í öryggis- og varnarmálum frá þann sem var og þeir peningar eru þá ekki að fara inn í kerfin okkar en kannski snýst þetta með eitthvað annað en peningar líka þótt þeir skipti máli. Þú hefur áhyggjur af ekki síst heilbrigðiskerfinu. Já, bara eins og flestir. Ég meina húsnæðiskerfið okkar, ég hugsa þetta kannski líka svolítið, ég hugsa þetta út frá unga fólkinu. Að ég þekki bara svo marga, ég er bara á þeim aldrei að það svo mikið af unga fólkinu í kringum mig í að mennta sig í útlöndum. Mikið í Skandinavíu núna. Það einhvern veginn áhugin á að fara í bandaríska háskóla hrundi eðlilega. Út á dollu. Og þannig að ég er að hugsa unga fólki okkar á Norðurlöndum sem að kynnist kerfunum þar, heilbrigðiskerfinu, til dæmis í Danmörku, Svíþjóð líka, húsnæðiskerfinu, bara fæðingarorlofi og bara alls konar kerfum, hvernig bankakerfi er oft manneskjulegra, margt er umsemjanlegt og svona. Bankarnir í löndum í kringum okkur reyna ekki kerfisbundið að drepa þeim með hávaxta okri. Nei, og bara eru svona, það er hægt að ræða hlutina og hægt að finna lausnir og sveigjanleika og svona. Og þannig að ég bara hugsa hvernig fáum við þetta fólk heim og þess vegna þurfum við að hafa náttúrulega gott heilbrigðiskerfi
menntakerfi og húsnæðiskerfi. Þannig að auðvitað hefur maður rosalegar áhyggjur af þessu. Ég hef rosalegar áhyggjur af húsnæðiskerfinu til dæmis. Ég var að enda við að leggja og loka bókinni Jötunsteinn eftir hann Andra Snæ Magnason. Og bara ef einhver er ekki búin að lesa þá bók, maður er mjög fljótur að lesa hana, en ég held að maður gleyma hana ekki. Og sumabækur, maður er mjög lengi að lesa sumabækur og gleyma þeim strax, en þetta er fljótlesin bók sem ég held maður gleyma ekki. Og bara þetta er bara innlegg inn í umræðuna húsnæðismarkaðinn, Jötunsteinn eftir Andra Snæ. Þannig að ég hef rosalega áhyggjur af þessu með húsnæðismarkaðinn og til dæmis bara svona hlutin eins og ég þurfti að panta mig tíma hjá heimilislækni, ég er forréttindamanneskja, ég hef heimilislækni. Og ég fekk í byrjun nóvember gat ég fengið tíma í lok janúar 2026 og mér finnst þetta ekki gott og mér finnst þetta eitthvað mér verður orða vant bara oft mér er svo margt sem er sem er að hjá okkur til dæmis eins og fréttirnar núna Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og félagar hennar hjá BSRB voru að birta þessa tölur að þriðjungur kvenna samkvæmt rannsóknum á aldrinum 60 til 66 ára eru á örorku. Þriðjungur kvenna á þessum fína aldri. Þetta er hrikaleg tala. Þetta er hrikaleg tala og þetta segir okkur heilmikið kerfin okkar því að hvað er þetta? Eru það svona útjaskaðar eða er lífið svona hart hjá konum? Er þetta bera þær byrðar aldraðra og langveikra barna og á herðum sínum eða hvað er þetta og það þarf að fjalla miklu meira þetta og mér finnst þið þurfa að endurskoða svo ofboðslega margt hjá okkur, mér finnst líka svona bara fyrst ég byrjuð á bölmóði að tölur sem að koma núna er alltaf í auglýsingatímanu núna og ég þurfti að hlusta á þetta 3 svar til að bara trúa mínum eigin eyrum að 7 til 10 tonn á dag af textíl berast inn í Sorpu. 7 til 10 tonn af textíl á dag berast inn til Sorpu. Og þú veist, sóunin, ofneysla, ofgnótt einhvern veginn hjá sumum, misskiptingin, brjálæðislegur hraði og krafa einhvern veginn og við erum með spjótin á okkur einhvern veginn að þið allir að hlaupa hraðar og þú veist, ég er bara dálítið ég er orðlaus af því mér finnst við ekki á góðum stað en engu að síður ólíkt þeim, þá við erum sammála við ríkisstjórnin. Við erum oft sammála, já. Sko, mér finnst ríkisstjórnin, ég bind vonir við að hún sé að vinna fullt af góðum hlutum og það sjáist sólar. Já. En ég hef áhyggjur af þessum innviðum okkar sem við vorum alltaf svo stolt af. Já. Dóttir mín sem rétt losar 30 var að segja mér mömmunar í vikunni og hún var ákveðin í að kaupa íbúð með kærastanum í Oslo í Noregi. Hún er búin að ákveða að búa í Noregi og ég tek undir það sem þú veist að segja það voru mikil færsla til að ungt fólk fer til menntunar í Skandinavíu og Evrópu sem áður fór til Bandaríkjanna. Mér finnst bara mjög hips and haps hvort þetta fólk sjáu það fyrir sér að það geti snúið aftur til Íslands. Og þetta er náttúrulega verðmætt fólk. Það er búið að mennta sig, íslenska ríkið er búið að dæla miklum peningi í að mennta það og svona. Og það er djöfulegt að fá það ekki eftir tilbaka og þessi húsnæðiströskuldur, hann er augljóslega langstærsta vandamálið fyrir flest ungt fólk í dag. Líka dagvistamálin. Dagvistamálin er annað, já, alveg satt. En hafið ekki, eins og þú Páll Ásgeir, er ekki komin einhver nýr þröskuldur sem það er langt síðan að var jafn erfitt fyrir ungt fólk að eignast húsnæði og Ísland í dag? Já, nú sé ég í fréttum að verktakarnir eru komnir fyrstu kaupendur Bjargar. Já. Bjóða upp og sérstöka nýja tegund af lánum þar sem að þér er boðið að gerast ekki bara kaupa íbúðina verktakanum heldur líka gerast leigjandi hans í ég held að þetta sé hlutdeildarlán eða borið saman við hlutdeildarlánin og þetta felst í því að þú tekur 20% af þetta er svona svo kúlulán þú fær 20% lán í upphafi og svo átt að borga það aftur eftir 10 ár í einu lagi en þú hefur í millitíðinni þá hefur það verið á verðtryggingu og þú borgar verktakan leigu. Þetta hefur verið kynnt sem einhver stórkostleg uppfinning
sem ég held að þetta sé ekki góðar fréttir sko fyrir fyrstu kaupendur. Ragnar Þór er mjög skeptiskur á þetta. Já, það eru margir mjög skeptiskur á þetta og það er hérna í samstarfi blöðum í dag að þá er einhver húsnæðismannvirkjastofnun að benda fólki á ýmsar skuggarhliðar á þessu að ef þú ert ekki heppinn að þá hérna getur lent í, það er í rauninni verið að auka þetta hlutverk húsnæðismarkaðarins sem kauphallar og það er erfitt að spá fyrir þróun, allir þessir útendingar þeir ganga út frá því að húsnæðisverð muni hækka áfram eins og það hefur gert. En ég held að það hefði verið eitt af vandamálunum, það hefði verið það sem bjó til þennan húsnæðisvanda. Það væri hvað menn vilja fá mikla ávöxtun og hvernig svona skortstaða á markaðanum er notuð til að þvinga upp húsnæðisverðið sem á endanum verður til þess að ákveðin hluti, sérstaklega fyrstu kaupendur, þeir verða eftir í vegkantinum. En húsnæðismannvirkjastofnun er að benda fólki á að skoða þetta vandlega og bera saman ólíka leiðir og þeir eru ekki eins hrifnir af þessu eins og þeir talsmenn verktakana sem hefur verið hleypt í fjölmiðla án andmæla fram að þessum. Nei. En þar fyrir utan veit ég ekkert húsnæðismál og hérna því ég er orðinn gamall maður og er að þeirri kynslóð sem að Engin börn og barnabörn sem þú voru áhyggjur af? Nei. Þetta verður bara að spjara sig. Þú ert búin að gera þitt. Ég er búin að gera þitt. En ég held að þetta sé alveg hárrétt. Þetta er svo rosalega stór þröskuldur fyrir fólk og þetta sko tekur svo ábúðslega mikið, ekki bara peningunum heldur af áhyggjunum. Þú hefur svo lítið svigrúm til að gera annað. Segjum til dæmis að þú sért með börn sem að þurfa einhverja sértaka aðstoð, kerfin er að bregðast, þú átt engan pening til þess að leita þér aðstoðar annar staðar af því að það fer allt í húsnæðið. Þannig að þetta hefur er að hneppa fólk í þrældóm. Og sko þetta hefur alveg frá því að ég var ung, þá hefur alltaf verið sagt já, aumingja unga fólkið á svo erfitt með að eignast húsnæði og þetta er alltaf sagt og það er búið að segja þetta í 25 ár og örugglega ég bara man ekki lengra aftur. Ég held að aðstæðurnar hafa aldrei verið eins erfiðar eins og þær eru núna. Ég held að það hafa aldrei verið eins mikill þröskuldur fyrir ungt fólk að komast inn á fasteignamarkaðinn en það var líka satt fyrir 10 árum. En ástandið er bara miklu verra. Og heimurinn hefur opnast þannig að nú eru bara allir þessi valkostir sem að kannski við litum ekki sem á að væri. Við vorum svolítið fangar í eyju hérna fyrir nokkrum áratugum. Já, en það sem að sko lausnin á þessu hefur einhvern veginn á þessum síðustu 25 árum alltaf verið að auðvelda nýjum kaupendum að koma inn á markaðinn með því að sko veita þeim einhverja auka lána fyrir greiðslu eða eitthvað svona sem að hækkar húsnæðisverð, sem gerir það erfiðara fyrir næstu kynslóð. Þá er gripið til einhverja svona sértækra aðgerða sem að duga í skamman tíma akkurat fyrir það fólk. Svo hækkar það húsnæðisverð, þetta verður alltaf erfiðara. Þú veist, þannig að það eina sem að blífur er að við séum með eitthvað sko almennilegt, ég veit ekki, félagslegt húsnæði, leiguíbúðir eða einhvers konar kerfi sem að gera það verkum að það er ekki hægt að græða svona ógeðslega mikið á því að eiga húsnæði. En þetta er eina raunverulega svari við þessu er að auka framboð húsnæði, hvort sem það er á vegum hins opinbera eða leigufélaga á vegum verkalýðsfélagana eða hvernig sem vera skal. Við getum horft aftur í tíman til þess þegar Breiðholtið var byggt sem að varð til í kannski ekkit ósvipuðum aðstæðum en í sennilega jafn miklum húsnæðisskorti eins og núna er. En er húsnæðisskortur? Er ekki bara... Ég held að það sé það, já. Það er ekki búið að selja fullt af einhverjum flottum lúxusíbúðum. Já, það er vegna þess að þær eru dýrar. Já. Og þær eru svona dýrar vegna þess að það er svo lítið, það er ekki eins mikið framboð eins og þarf að vera. Þannig ef við setjum á okkur gleraugun sem eru merkt lögmálum markaðarins, þá þurfum við meira af húsnæði. En það er ekki endilega hagur þeirra sem að framleiða húsnæði vegna þess að skorturinn er hagstæðari kringstæður fyrir þá þess að það hækkar verðið. Það eru nokkrir bleikir fílar í þessu samhengi, íslenska krónan og það að við séum með eigin gjaldmiðil og er eitt sko og óstöðuleika lífið okkar, rúllettu, kennitalan og allt það sko. Fáránlega vextirnir. Já, ég ætlaði með að koma að því sko, menn hafa náttúrulega verið að djöflast í Seðlabankanum út af því að hann hugsi ekki um almenning, heldur bara atvinnulíf og þjóðarhag með þessari vaxtastefnu. En sko, einn bleiki fílinn er líka bara okur íslensku bankana og vaxtamunurinn sem er geðveikslegur.
á því að ef þeir náttúrulega eru alltaf að lána okkur pening, meðal annars út af þessu húsnæðiskerfi sem við erum með sko og verðtryggt, og það er bara ekki sem réttlætir vaxtamun bankana. Og nú er spurt, af hverju sýnir Kristrún Frostadóttir ekki bara hugrekki og beitir Landsbankanum sem er að fullu leyti í eigu ríkisins, lækkar bara vexti, minnkar þetta bil þar, brýtur ísinn, hinir bankarnir, því það er engin samkeppni á milli bankana, það er bara samráð sko, hinir bankarnir myndu neyðast til þess að bregðast við því, og þetta myndi nú bara skipta unga íbúðar kaupendur töluverðu máli eins og okkur öll. Hvað segir þetta, Sirrí? Góð hugmynd. Það er aldrei rætt um þetta. Það hlýtur að vera einhver, ég meina ekki getur forsætisráðherra bara að labba inn í banka og breytt reglunum. Mér er nefnilega sagt að hann geti það. Ég spurði Gísla Tryggvason lögmann í gær þessara spurningar og hann sagði, já, ég sé ekkert fyrstu Ég vil samt minna á það. Hvort það er Kristrún eða fjármálaráðherra, en skilur það er bara bitamunurinn ekki fjár, en þetta er hægt. En þegar ég vil minna á að það er auðvitað alveg rétt, það er engin samkeppni milli bankana. Nei. En það væri rétt að hrósa þessi gæti. Er einhvers staðar samkeppni í íslensku samfélagi? Nú vandfundin kannski. Svona sem ykkur dettur í fljótu bragði. Þetta er eitthvað maður þarf virkilega að hugsa. Þetta er ekki einmitt. Það er bara svona. Bónus og krónan. Bónus og krónan. Nei, það er sko samkomulag að krónan sé einni krónan dýrari. Og þegar það var sett að það var gerð og það var okkur að veittur aðgangur á vegum einhvers ráðuneytis að einhverju svona verðvakt. Og þá sáum við að hverju krónan heiti krónan, hún er alltaf krónu dýrar en bónus. Þetta er ekki samkeppni, þetta er fyrirkomulag og samkomulag. En ég vil bara minna ykkur á að þegar að Landsbankinn keypti TM á síðasta ári, var það ekki? Jú. Eða fyrir svona góðu 1,5 ára síðan. Þá reis hver álitsgjafinn og fætur upp og þá var munið þeir orðinu armslengd. Það er, ég held að sé þessi armslengd sem að sko kemur í veg fyrir það að stjórnmálamenn geti sagt bankanu hvað hann á að gera. Það voru allir þáverandi stjórnmálamenn eða valdhafar ef ég man rétt sem voru andvígir því að bankinn keypti tryggingafélagið. Og svo þegar allir voru búin að segja armslengd nógu oft að þá bara keypti bankinn tryggingafélagið og svo hættum við að tala um þetta. Og þetta hljómar mjög vel vegna þess að þetta myndi þá kannski koma á fót einhverju sem kalla mætti raunveruleg samkeppni. En ég held að það mun ekki gerast. Nei. En ég myndi dást enn meira að Kristrún Frostadóttir ef hún beitti áhrifum sínum til þess að eitthvað í þess að vera gert. Að ríkisbanki yrði einhvers konar samfélagsbanki, en ég bara hlakka til að heyra, ég þarf að heyra útskýringar á því af hverju forsætisráðherra eða fjármálaráðherra getur ekki bara labbað inn í bankan og breytt reglunum. Það hljóta samt að vera alls konar gild rök fyrir þessu. Það er eitthvað svona samkeppnis, ble, má ekki ríkisbanki, má ekki gera eitthvað annað heldur en einkarekinn banki, eitthvað bla bla. Já, ég held að pólitísku vilji sé allt sem þarf og ég held að sé komið að því að við þurfum að fara að senda íslensku bankunum mjög ákveðin skilaboð. Þetta gengur þetta ekki lengur. Ég held að þarna sé 70% gróða þeirra er vegna þess að við erum undir vaxtasvipu þeirra. Já, ég held að þarna sé stórkostlegasta sóknarfæri sem að stjórnmálamenn hefðu. Ef þeir vilja stíga inn í þennan vanda sem við teljum að húsnæðismarkaðurinn og skortur á honum sé, að þá er þarna sóknarfæri. Dauðafæri. Já. En getum við talað aftur um konur á örorku? Já, af því að við byrjuðum að tala um það áður en að við fórum í loftið. En má ég, mér finnst 2 risastór mál sem við verðum aðeins að nefna, má ég bara örstutt minnast á þyrlupallinn, af því við vorum að tala um heilbrigðiskerfið. Sko, ég bý við Reykjavíkurflugvöll og frá því að byrja var að grafa fyrir þessum risastóra spítala sem er stærsta fjárfesting í langan tíma. Á kolvetlausum stað. Þá hef ég alltaf verið að hugsa, býtu hvernig, flugvélarnar, öryggisþátturinn er aðalatriði, að fólk, fárveikt fólk utan af landi geti komið með þyrlu og lent þarna alveg við flugvöllin, alveg við spítalan, en við sem búum þarna, við vitum að við erum kannski
45 mínútur föst í biðröð bara á þessari leið. Þannig að ég er búin að hafa ofboðslegar áhyggjur af þessu undanfarin ár. Og svo kemur ljós að það er engin þyrlupallur hugsaður. Það þarf að leggja vélinni á Reykjavíkurflugvelli og nú er læknir búin að mæla þetta að þetta eru 37 mínútur. 37 mínútur frá því að vélin lendir og þar til viðkomandi sjúklingur er komin inn á sjúkrahúsið. Og það er örugglega á góðum degi því að svo er kannski ein akrein lokuð út af einhverju eða bílslys eða eitthvað. Við sem búum þarna, við höfum haft áhyggjur af þessu mjög lengi og að það sé síðan allt í einu bara verið að vakna upp við vondan draum núna. Þetta kemur, við höfum að fara að nota þetta eftir 5 ár. Hvernig eiga sjúklingar með flugi að komast hingað? Það var náttúrulega aldrei ástæðan. Sko, þetta var náttúrulega bara, ég sór að tala aldrei helvítisflugvöllinn, sko. En þetta var náttúrulega bara yfirvarp. Það var náttúrulega aldrei ástæðan fyrir því að fólk A vildi hafa spítalan í Vatnsmýri eða B fólk vildi hafa Reykjavíkurflugvöll áfram þar sem hann er. Þetta var bara eitthvað bull sem kemur í ljós núna, það er nákvæmlega það sem þú ert að segja. Nú kemur í ljós að fyrirtækið sem byggir spítalan, sem að ég gerir það fyrir að heiti Bakkabræður, HF, að ég á mjög erfitt með að trúa því að það geti ekki lent þyrla á þakinu á spítalanum. Ég held að 37 mínútur, það er það bil flugtími þyrlunar frá Blönduósi til Reykjavíkur. Ég bara neita að trúa því að þetta verði útfært svona. Ég meina, einhvers staðar þarf almenn skynsemi, heilbrigð skynsemi að koma að stað þessu máli. Ekki þegar kemur að flugvellinum. Þá kemur, almenn skynsemi kemur ekki þar nálægt. Nei, ég veit það. Heyrðu, bara ég varð að fá að nexlast aðeins á þessu. Sammála. En síðan að því að alveg eins og við höfum báðar miklar áhyggjur og áhuga á þessu málefni, þessum tölum þarna, sem að Sigríður Ingibjörg nefndi, og fann út með rannsóknum sínum á stallsystunum sínum þetta með að, bara svo ég endurtaki að þetta er svo svakalegt, að þriðjungur kvenna á aldrinum 60 til 66 ára er á örorku á Íslandi í dag. Við stallsysturnar höfum, kynsysturnar höfum báðar mikinn áhuga á þessu. Við líka. Já, segðu okkur, hvað finnst ykkur um þetta? Ég held að þegar þessar tölur kom fram þá minnir mig, nú tekur mig alveg í bólunum með það að ég heyrði þetta ekki, en minnir endilega að það hefði líka komið í ljós í þessari rannsókn að þessi 30% að það var fjölmargt sem að það áttu sameiginlegt. Það er að segja alls konar erfiðleika í sínu baklandi, bága stöðu í samfélaginu, veikindi innan fjölskyldunar og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að báru þungar byrðar. Já, báru þungar byrðar. Já. Og þetta er afleiðingin. Já. Þannig að sko, ef við viljum bæta úr þessu, þá þurfum við bara að horfa gleraugnalaust í kringum okkur og viðurkenna hvernig samfélagið kemur þá fram við þennan þjóðfélagshóp sem að leiðir til þess að hlutfall örorku þegar verður svona hátt í þessum hópi þegar hann er komin á þennan aldur. Þetta er kannski fórnarlömb þriðju vaktarinnar, ég veit það ekki. Já, ég held að þetta sé líka, ég held að sé margt í þessu fleira, eins og ég myndi vilja fá rannsóknir á því, þú veist, hvernig er tekið á því, nú er fullt af störfum að breytast og fólk að missa vinnuna út af tækni þróun og gervigreindin að leggja niður alls konar störf og svona, þannig að það er alltaf hreyfingu á vinnumarkaði og ef að fólk er að missa vinnunu 60, hvernig er 60 konum tekið þegar þeir eru í atvinnuleit? Ég myndi vilja fá einhverjar upplýsingar um það og líka þessi hugmynd okkar að sjálfsmynd okkar er svo tengd starfstitlinum. Ef þú ert búin að vinna við þetta eitthvað tiltekið alla ævi og svo getur allt í henni ekki unni við það því að vinnumarkaðurinn hefur breyst eða þú ræður ekki lengur við það starf út af einhverju að þá getur verið að sumir vilji þá frekar fara á örorku heldur hann að gera eitthvað annað. Getur verið að það sé að örorku matið sé einhvern veginn bara eins og sjálfvirku stimpil sem er allt og auðvelt að fá. Það kallar fram alls konar vangaveltur. En það er alveg rétt hjá Páli, það sem að kom fram er að þetta eru konur sem að líða félagslegan og efnahagslegan skort í miklu meira mæli en ef við berum saman samsvarandi aldurshóp kalla þá er það undir 15 sem að er á örorku og þetta sýnir okkur bara að byrðarna sem að konur bera valda því að þær verða öryrkjar þegar þær eru komnar á þennan aldur og eða
þær hafa ekki möguleika til þess að fá vinnu ef þær missa vinnuna þegar þær eru komnar yfir ákveðinn aldur. Líklega báðar skýringarnar. Ég held að örorkumati sé orðið frekar strangt, ég held að sé orðið svona frekar erfitt, ég hef allavega heyrt mjög marga kvart yfir því að það sé orðið sko miklu erfiðar að fá örorkumat. En sko ég held að þetta sé, það er svo auðvelt einhvern veginn þegar maður heyri tölur og maður bara svona, einhver tala. En þetta er rosalega alvarlegt vandamál og þetta sýnir okkur líka svolítið hvað við ætlumst til mikils af eldri konum. Það er fullkomlega að vera í þjónustu samfélagsins og það er ekki beðið neitt fyrir sig sjálfar. Og mér finnst það skína svolítið þarna í gegn. En í þessari rannsókn sem að Tryggingastofnun gerði held ég upphaflega í haust að þá til dæmis voru í þessum hópi eru konur sem eru í líkamlega erfiðari vinnu heldur en aðrar konur og þær eru í tilfinningalega erfiðari vinnu og eins og þú sagðir þær bera meiri umönnunarábyrgð, það er algengara að þær hafa orðið fyrir áföllum, að það séu fíklar í fjölskyldunni, alls konar svona hlutir. Þannig að það eru margar skýringar en þetta er bara, stóra skýringin er bara mikið álag. Og svo hljótum við að þurfa að stokka upp vinnumarkaðin og endurhugsa ofsalega margt. Við verðum að fara að bjóða upp á miklu fleiri hlutastörf. Að fólk geti valið, sumir vilja og geta unnið minna en það er ekki boði. Og þessar konur gætu kannski frekar unnið einhvert hlutastarf, jafnvel á einhverju öðru sviði, ef það eru þreyttar í öxlónum eftir eitthvað í líkamlegt erfiði, þær geta kannski unnið í símaafgreiðslu, búa til bara eitthvað dæmi. Sko, ef að hlutastörf væri meira í boði, þá held ég að mjög margir myndu þykja það frekar en að vinna ekki neitt. Alveg örugglega. Gaman að skjóta því inn í þetta að ég tók við til hérna við formann framkvæmdastjóra Staðlaráðs og Bretar ríða á vaðið með nýjan staðal sem var að breytingaskeið kvenna og hvernig atvinnurekendur eigi að taka tillit til breytingaskeiðs kvenna og hérna að gera hvetja bara íslensk fyrirtæki núna til, af því að þetta er til innleiðingar að svara þessu kalli því það getur vist verið mjög snúið að vera kona á breytingaskeið í atvinnulífinu. Já, en svo var ég svo glöð þegar Ragga Nagli sem er sálfræðingur, þjálfari og býr í Danmörku, vona að allir þekki Raggu Nagla, þegar hún skrifaði núna nýlega bara strákar mínir, þið farið víst líka á breytingaskeiðið, svo taldi hún bara allt sem að gerist hjá ykkur, gömlu refunum. Ég læriði þetta því miður fyrir mörgum árum þegar ég einmitt gerði þáttum þetta það fyrsta sem að sérfræðingur sagði við mig, Björn minn, þið kallar fara nú líka breytingaskeið. Er það? En þá var ég bara svo ungur að ég hafði engar áhyggjur af því. Nei, og sko tölum meira breytingaskeið kalla vegna þess að annars verður einhvern veginn eins og miðaldra konur eða konur á breytingaskeiði sé einhvert vandamál á vinnumarkaði. Við erum ekkert meira... Það eru meiri áhrif, samanber það að það kemur staðall breytingaskeið kvenna en ekki karla. Já, við erum bara ekki komið nóg langt. Það þarf bara að skoða meira breytingaskeið kalla. Ég er alveg viss að þið eru ekkert betur stattir heldur en við. Ég er alveg viss að þið það þarf líka að taka tillit til þess á vinnumarkaði þegar þið eru á breytingaskeiðinu. Við bara látum eins og allt sé í lagi, Páll. Já, hafandi yfirgefið vinnumarkaðina þá svona, já, þetta er ekki eftir þó, svo er ég komin í yfirbreytingaskeiði líka fyrir allir sakir. Heyrðu, en þú ert í fréttum dagsins út af, deilu fæðingarorlof. Ekki deilu, ég meina það er bara... Læknanemi sem að kona á 7. ári í læknisfræði sem að vill að tilur það íþyngjandi þessar reglur hér, talandi bara jafnrétti og svona, að hún vill hafa annað form á þessu, ber saman við Norðurlöndin, þú ert ósammála. Þú ert svo búin að útskýra þín sjónarmið en hlustarðu ekki á ungar konur sem að segja að það þýðir ekkert að láta vera að útdeila fæðingarorlofi þannig að kallinn eigi að taka svo og svo mikið? Sko margt af þessu er mjög skrítið því að það er ekki verið að þvinga neitt til að gera neitt. Þetta eru réttindi sem að þú hefur á vinnumarkaði. Núna hafa annað foreldri, þá fæðandi foreldri sem við skulum kalla móður, hefur 6 mánuði
fast, getur síðan fengið 1,5 mánuði viðbót frá hinu foreldrinu. Þetta stór bæting frá því sem að var áður þegar voru 3 mánuðir, 3 mánuðir og 3 mánuðir. Það að segja, annað foreldri hafði 3, hitt 3 og svo voru 3 sem hægt var að deila á milli. Þannig að fæðandi aðilinn eða móðurinn hefur núna möguleika að fá 7,5 mánuð í staðin fyrir bara 6 áður ef hún tók sitt og það sem var sameiginlegt. Þannig ég skil ekki alveg af hverju verið að kvarta núna yfir því að þetta sé eitthvað svona svakalega íþykjandi og erfitt þegar þetta bæting frá kerfinu sem við vorum með áður. Hitt að við vitum bara að það að feður taki fæðingarorlof eða aðilinn sem að fæðir ekki barnið taki fæðingarorlof með barninu og þá helst eins mikið ekki með hinu foreldrinu, þannig að það þú veist einn með barninu, það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir tengslamyndun þess foreldris og barnsins sem að bætir líf beggja út ævina og gerir fjölskylduna stöðugri. Þannig að þú veist þetta má líka líta á sem svona þetta réttindi á vinnumarkaði alveg eins og veikindadagar og orlofsdagar. Ég get ekki framselt mitt orlof til mannsins míns eða mína veikindadaga. Þannig að þetta bara svona sambærilegt við það. Fólk sem vill vera heima, þau frjálst að vera heima. Þetta bara þau réttindi sem við erum með á vinnumarkaði. Gríðarlega mikilvægt jafnréttismál, gríðarlega mikilvægt fyrir bæði börn og foreldra að hafa þetta, en það mikilvægt að stjórnvöld séu með viðmið hvernig á að nota þetta. Páll, ég veit að þið langar að ræða Heiðmörk. Já. Gjörðu svo vel. Þakka þér fyrir það. Og byrjaði nú. Þetta dálítið skörp beygja úr fæðingarorlofinu upp í Heiðmörk. Nú fyrir að styrkast í þættinu. Nú tikka af hérna. Það frábært í fæðingarorlofi að fara upp í Heiðmörk. Já. En til þess að það sé hægt að fara upp í Heiðmörk, þá þarf gott aðgengi. Já. Og það sem útivistarfólki í Reykjavík og bara öllum sem hafa áhuga á návist við íslenska náttúru áhyggjuefni að borgarstjórinn í Reykjavík og stofnanir borgarinnar ætla að skerða þetta aðgengi með því að undir því yfirskini að það þurfi að fylgja reglugerðum vatnsvernd. Hvaða vísbendingar það? Það ekki vísbendingar, það eru áform Reykjavíkurborgar og Orkuveitunar að hætta að hleypa bílaumferð inn í Heiðmörk algjörlega og færa bílastæði þeirra sem að vilja fara inn í Heiðmörk og gangi í skóginum í það bil 2 kílómetra fjarlægð frá Elliðavatni. Þannig að þetta myndi í raun og veru útiloka stóran hluta fótgangandi umferðar Heiðmörkina. Og það eru mjög margir aðilar, bæði Skógræktarfélag Reykjavíkur sem hefur umsjón með Heiðmörkinni og mörg félagasamtök á sviði útivistar sem hafa mótmælt þessu harkalega og gerðum það með málþingum og alls konar fundahöldum á síðastliðnu ári. Margt af því var gríðarlega skemmtilegt. Og við höfum alltaf verið að bíða eftir því að borgarstjórnin sýndi á spilin, sérstaklega í ljósi þess að það eru kosningar á næsta vori, hvernig þeir ætla að leysa þetta mál. Vegna þess að borgin hefur ekki viljað hlusta á efnislega röksemdir það að það sé hægt að fara millileiðir og tempra þessa heftingu á aðgenginu og eða hugsanlega færa vatnsbólin og þar með minnka vatnsverndarsvæðin. Svo sé ég það í Morgunblaðinu í morgun að eitthvað appirat djúpt í myrkviðum borgarkerfisins sem heitir menningar- og íþróttaráð. Það sendir frá sér einhvers konar ályktun það að stofna beri starfshóp sem á að íhuga þróun á útivistarmöguleikum á svokölluðum Austurheiðum sem í það sem við köllum í daglegu tali Hólmsheiði og það eru nefndu vötnin Langavatn, Rauðavatn og Reynisvatn í þessu samhengi. Þarna samfylkingin augljóslega vegna þess að þetta ráð undir forystu Skúla Helgasonar sem ég gerir ráð fyrir að sækist eftir leiðtogasæti í prófkjöri samfylkingar. Hann búinn að lýsa yfir að hann vill vera í öðru sæti. Hann vill vera í öðru sæti, gott í honum, ekki allir ég að kjósa hann.
en þeir þetta er þeirra leið það er stundu sagt sko að ef þú getur ekki tekið ákvörðun þá setur málið í nefnd og þannig er sko tvöfalt skref að þeir álykta að þeir styðji stofnun starfshóp sem á að íhuga möguleika til þróunar á Austurheiðum og það er sérstaklega orðað í ályktuninni að Austurheiðar séu hinn nýja heiðmörk. Þannig að þarna er Samfylkingin að senda okkur, borgarbúum, þau skilaboð að þeir ætla ekki að kvika frá áformum sínum að loka heiðmörkinni fyrir gangandi vegfarendum og þar af leiðandi bróðurpartinum af þeim útivistafólki sem hefur nýtt sér þessar partís sem heiðmörkin er. Kaupir ekki þessi vatnsrök? Nei. Þetta er ekki gott ef það gengur eftir. Já, það er augljóst hvað ætla að gera. Það hefur ítrekka verið bent á það að vatnsbólinn við Myllulækjartjörn sem að það stóð til síðastliðið sumar að stækka vatnsverndargirðinguna utanum þau og þar með í rauninni hefja lokunin á heiðmörk. En þeim framkvæmdum var frestað og það er alltaf verið að bíða eftir sko meira afgerandi deiliskipulagi og skýrara deiliskipulagi fyrir heiðmörkina. Alls konar sérfræðingar á sviði vatnsverndar og vatnstöku hafa bent á það að það væri mjög auðvelt að færa vatnstökustaðina úr frá Myllulækjartjörn, hætta að nota þá og færa þá miklu ofar í landið í heiðmörkinni þar sem að væri sko hægt að forðast eiginlega algjörlega alla umferð. Ég held að deilan væri aðalega þessa umferð, semst bílaumferð. Já. Ég held að við getum alveg haldið áfram að ganga heiðmörkina, Já. En við þurfum bara að leggja bílunum einhvers staðar í útjaðrinum. En þú ert að skilja bílinn eftir Ólís og Nólingaholti. Já, og mér finnst það bara ekkert. Og þá ert að lengja gönguleiðina inn í heiðmörk 2 kílómetra. Safna skrefum, Já, en þeim mun betra. Mér finnst þetta bara eins og þurfa að taka lyftu upp í líkamsræktina. Það er til miklu einfaldari leiðir. Ef þú vilt losna við bílaumferð heiðmörkinni að þá væri fyrsta og góða skrefið væri að stöðva gegnumaksturinn heiðmörk. Þannig að sú umferð sem er að nota ökuferð heiðmörk sem sundarsbíltúr eða hvað það er kallað myndi hætta. Það stafar engin hætta Elliðavatn þar sem að núverandi bílastæði eru, það er tæplega inn á vatnsverndarsvæði, þannig að það er mjög erfitt að sjá af hverju má ekki hafa bílastæði þar eins og þau hafa verið og loka þess vegna fyrir bílaumferðina þar fyrir ofan. En að færa bílastæði og þar með hefta aðgengi að þessu útvistarsvæði í sameign Reykvíkinga, það er ekki, við teljum það ekki ásættanlegt. Já, en þetta semst, deilan er aðalega hvar má leggja bílunum? Deilan er það hvernig aðgengi að heiðmörku er háttað. En þú ert að fara út að labba, hvað er af því að þurfa að leggja bílnum til að vernda vatnsból Reykvíkingar sem er eitt af verðmætasta sem við eigum? Já, það er enginn á móti vatnsvernd. Og þurfa að labba aðeins lengra? Það er enginn á móti vatnsvernd. En það er, sko, Orkuveitan tekur svo harða afstöðu að þeir skilgreina það svo að vatnsbólunum stafi hætta af gangandi umferð. Á gangandi líka? Já, og hjólreiðamenn mega ekki verið inn á vatnsverndarsvæðum. Meðan að það liggur fyrir að þetta skilgreining núverandi vatnsverndarsvæða, hún byggir ekki á vísindarlegum grunni. Hún byggir einfaldlega á samþykkt frá 2005 sem að sveitarfélögin komist að þetta er sameiginleg niðurstaða allra sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu sem þýðir að þetta er pólitísk afstaða. Þetta er pólitísk niðurstaða, svona málamiðlun og það er ekkert sem mælir gegn því að taka þessa ákvörðun bara einfaldlega upp og endurskoða hana. Já, þetta er áhugavert mál. Við vorum að tala umferðarhnútaðan. Ég ræddi við Þór Túlníus leikara sem nennir ekki að vera lengur fastur í umferðinni í Reykjavík og er fluttur til Akureyrar, eða er að flytja til Akureyrar. Hann sagði bara ég nenni þess ekki. Og það eru fleiri. Við kannski tökum það betur næst, hvað þarf að gera, hvað ber að gera. En svona rétt í lokin, sum myndu segja falleg og krúttleg frétt, en af því að maður þarf alltaf að hafa eina svoleiðis, en aðrir myndu ekki sjá þetta sem fallega og krúttlega frétt. En semst nokkrir blaðamenn á Mogganum, Vísi og Þjóðmálum, þeir voru að sæma Þorstein Má Baldvinsson heiðurs viðurkenningu, verðlauna Þorstein Má sem hann fær heiðursverðlaun. Gerðu þetta við hátíðlega athöfnum daginn og Hannes Hólmsteinn var veislustjóri. Krúttlegt og skemmtilegt hjá þeim. Við samgleðumst, er það ekki? Þetta er það sem að fjölmiðlum ber að gera, það er að veita valdi, peningavaldi aðhald og þetta er frábært, er það ekki?
Ég held að þetta sé liður í þeirri ímyndarherferð sem að Samherji þarf sýnilega að fara í út af þessum mútumálum sem að hanga yfir fyrirtækinu og verður vonandi farið að leiða til lykta með einhverjum hætti með þá opinberum ákærum eða svipuðum aðgerðum. Já, hvað að frétta af því? Það ekkert að frétta af því, það gerist ekki neitt og það ekkert víst að muni neitt gerast. En til þess að bæta ímynd sína þá hefur Samherji ráðist í ýmsar aðgerðir og þetta hluti af því. Og það ekkert athugavert við það í sjálfu sér að gefa mönnum málverk í lok starfsferils síns og einhvers konar heiðursverðlaun. En ég þarf ekki að klappa fyrir því og það stendur ekki til að gera það. En af hverju eru starfsmenn vísis? En Samherji sé einhver gerandi í þessari heiðursútnefningu? Ég ætla ekki að vera með neina samsæriskenningar það. En ég veit það bara að Samherji þarf mjög á því að halda þessi misserinn að bæta ímynd sína með einhverjum hætti vegna þess að ef að þessi mútumál leiða til ákæru að þá er staða fyrirtækisins dálítið miklu verri heldur en hún hefur verið í vitund þjóðarinnar heldur en fram að þessu. Og þess vegna sé nafn fyrirtækisins á bólum íslensku handboltastelpnan okkar sem nú að berjast í Þýskalandi á heimsmeistaramótinu. Það án efa hluti af sömu ímyndarherferð. Okay. Ég hélt þú ætlar að fara að segja eitthvað svona krútleg frétt. Það var köttur sem að tóka sér andarunga. Já, þetta kannski ekki alveg laust í kaldhæðinni. Í þeirri myndlíkingu þá þjóðin andarungin en Samherji kötturinn. En mér var líka hugsað til áranna fyrir hrun í rannsóknarskýrslunni segir að fjölmiðlar hafi orðið klappstýrur fjármálavaldsins. Og það er svona pínlítið endurtekið efni kannski núna. Já, bara nema við erum bara með svo fáa fjölmiðla, við erum með ykkur hérna á samstöðinni. Já, okkur fækkar og fólki í fæinu fækkar og fækkar. Það er svakalegt, Siri. Það er svakalegt. Það er bara eiginlega ekkert að verða eftir, ef maður á að segja ykkur bara alveg svo er. Og hér hefur okkur fækkað hér hefur fækkað starfsfólki og við lengjum dagskrána, bregðumst við með því, allir vinna 2 sinnum meira, þeir eru vanir að gera. Erum við að tala um fólk á 70-aldri sem er í kulnun og endar í örorku? Búið að fara í gegnum breytingarskeið kalla með þessi. Ég held ég sé á því, sko. Já, ég held ég sé á því. Ef ég á að vera alveg hreinskilin, ég sé ekki búin að klára það, sko. Ok, hvernig lýsa það sér? Já, svona, sko, ef ekki bara segja það að fyrir 2 árum datt mér í huga að skrifa bók um dauðan. Já, ok. Og gerði það. Já. En það kannski svara bara best spurningun. Í fáum orðum. En við höfum svo sannarlega farið víðan völl og samt höfum við ekki komist yfir alltaf því sem hefur verið gaman að ræða. En við erum búin að vera hér svolítið á aðra klukkustund og ég held að það sé ekki, þótt því séu frábær, þá held ég að sé ekki að þetta leggja það á einhver hlustendur og áhorfendur að við tökum meira á tíma ykkar en frábært að fá ykkur. Það er búið að vera mjög gaman fyrir mig að vera hér með ykkur, Sirri og Páll og What's your face? Hvað sem þú heitir? Og Auður. Ég vona að ég fá ykkur öll aftur hér í reynsluboltana, hvort sem það verður nú sama áhöfn eða með öðrum. Kæra þakkir fyrir þáttökuna. Takk fyrir bóðið. Takk. Og áfram göngum við göttuna, ekki fara langt, kæra hlustendur, það er nýr kafli eftir andartak. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is